Ráðherrar, sveitarstjórnarmenn og forsvarsmenn Norðuráls tóku fyrstu skóflustungurnar að álveri í Helguvík í dag. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar býst við að samkomulag háspennulínu fyrir álverið náist á næstunni. 2 mótmælendur voru handteknir meðan á athöfninni stóð. Norðurál og íslenskir aðalverktakar undirrituðu í dag samning byggingu kerskála fyrir álver Norðuráls í Helguvík. Þá voru 10 fyrstu skóflustungurnar teknar að álverinu. Viðræður lagningu háspennulínu fyrir álverið hafa dregist á langinn. Forstjóri Norðuráls vongóður að úr því leysist á næstunni. Við gerum ráð fyrir að þegar álverið verði tilbúið til starfrækslu þá verði konar tengingar við landsnetið og orkuframleiðendur verði tilbúin til afhendingar á raforku. Hvenær verður það? Seinni hluta árs 2010. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar telur að samkomulag háspennulínu fyrir álverið sé í sjónmáli. Ég get alveg ímyndað mér að það sé einhvers staðar innan 2 mánaða. Enn og eftir að útvega losunarkvóta fyrir álverið og segir forstjóri þess að það verði gert á næstu vikum. Við gerum ráð fyrir að sækja núna í byrjun júlí, það er nýbúið að auglýsa eftir umsóknum, þannig að það verður sótt bara eins og lög gerir ráð fyrir. Þá segir hann eftir að ganga frá starfsleyfi. Á eftir að auglýsa endanleg starfsleyfi. Drög að starfsleyfi voru auglýst samfara mati á umhverfisáhrifum í fyrra og við gerum ráð fyrir að næstu viku verði endanleg starfsleyfi auglýst. Viðskiptaráðherra fagnar áfanganum. Nú ákvörðun verið tekin það að ráðast í þessa framkvæmd og þá stöndum við saman það. Það sem skiptir langmestu máli það er að keyra upp atvinnustigið í landinu, forða okkur og þjóðinni frá því að spár, til dæmis OECD, mikið atvinnuleysi og samdrátt gangi eftir. 8 manns mótmæltu framkvæmdinni í dag og voru 2 þeirra handteknir meðan á athöfninni stóð. Fyrsta skóflustunga kísilveri United Silicon í Helguvík var tekin í dag og framkvæmdin sett á fullt með fyrstu sprengingum. Forsætisráðherra segir þetta stóra stund fyrir íslenskt efnahagslíf. Iðnaðarráðherra að þetta sé dagurinn þar sem þróuninni var snúið við. Kristján Már Unnarsson var á Suðurnesjum. Jarðvegsvinna á lóðinni við Helguvíkurhöfn hófst raunar í vor, en nú var komið að því að marka upphafið með formlegum hætti. Já, þetta mjög stór dagur, ekki bara fyrir okkur, heldur líka fyrir samfélagið hérna í Reykjanesbæ og vonandi bara fyrir Ísland sem heild. Þetta alveg nýr iðnaður sem var að koma til landsins. Framkvæmdir voru settar á fullan kraft með fyrstu sprengingum. Þetta mjög stór stund. Hér menn að hefja framkvæmdir við það sem að verður ef að allt gengur samkvæmt áætlun stærsta sílikonverksmiðja í heimi. En þetta líka bara fyrsti áfangin í miklum framkvæmdum víða á Íslandi. Svoleiðis að þetta mjög stór stund. Í tjaldi var skálað fyrir 35 milljarða króna fjárfestingu, 300 störfum á byggingatíma og 60 varanlegum störfum. Keflvíkingurinn Ragnheiður Elín fagnaði sérstaklega fyrir hönd Suðurnesja. Þetta ótrúlega stór dagur fyrir þetta samfélag. Við erum búin að bíða lengi. Það búið að vera brostnar vonir og atburðir sem við þurfum ekkert að endilega rifja upp akkurat í dag. En mér finnst þetta að vera dagurinn sem að þróuninni verður snúið við. Þannig að þetta góður dagur, stór dagur sem að vonandi þýðir það að hjólin eru farin að snúast í rétt átt. Framkvæmdastjórinn segir að aðaleigendur séu danskir og hollenskir fjárfestar en lánsfjármögnun sé í höndum Arion banka. Eigið féð allt frá Evrópu en lánsfjármögnun allt frá Íslandi. Já. Var það ekkert erfitt? Það var auðveldara en að gera það úti því að það engir erlendir bankar ennþá sem að þora að lána til Íslands. Gert ráð fyrir að fyrsti áfangi verksmiðjunnar verði tilbúin voru 2016 með 1 bræðsluofni en í fremtíðinni stefnt að 4 ofnum. Þær verða öllum líkindum fleiri skóflustungurnar í þágu kísiliðnar á Íslandi á næstunni. Í október í haust stefnt að ákvörðun sólarkísilver á Grundartanga. Í desember svo stefnt að ákvörðun kísilver á Bakka við Húsavík og svo á næsta ári þá stefnt að ákvörðun annað kísilver hér í Helguvík.